Komið sæl. Allt sem þú veitir athygli vex og dafnar. Nú ætlum við að fjalla um skref 2 sem valfærni. Til skamms tíma notuðum við orðið ábyrgð, en íslenska orðið ábyrgð þungt í vöfum og það hljómar eins og maður eigi að taka á sig byrðar, það sem þér að kenna, þér að þakka. Enska orðið responsibility hins vegar miklu meðfærilegra, the ability to respond, eða getan til að velja viðbragð. Orðið sem við notum í dag yfir ábyrgð valfær og þá tölum við líka valdhafa sem að Amerikanir nota yfir empowerment. Skref með 2 í sjálfu sér stóra skref. Það að vakna til vitundar gríðarlega mikilvægt og án þess að vera í vitund að þá ert ekki. Það ekki fyrir við erum komin og skiljum að við erum sál en ekki hugsanir sem að við getum byrjað að taka ábyrgð og getum byrjað að þjálfa okkur í því að velja viðbragð í staðinn fyrir að bregðast við eins og dýr. En þá komum við að kjarna málsins. Að það enginn sem vill sig ekki og þegar maður ekki tilbúin að fyrirgefa sig fyrir það sem maður telur að maður hafi gert rangt í fortíð sem ekki til, að þá getur maður ekki afsala sér þeirri hugmynd að maður sé sekur eitthvað en maður hefði átt að gera eitthvað öðruvísi eða vera öðruvísi einhvern tímann. Þegar maður þjakaður af eftirsjá og iðrun að þá maður fórnarlamb í eigin tilvist og getur aldrei orðið frjáls í vitund. Þannig að þegar við sannarlega fyrirgefum okkur og viljum okkur þá við að stíga af krossinum og neita að vera fórnarlamb eða píslavættir í eigin tilvist, koma inn í fullt vald og vera valdhafar þar af leiðandi, taka við þessari stjórn á okkar eigin tilvist sem okkar líf, okkar tilvist. Við erum sögumaðurinn, við erum framkvæmdaraðilinn, við erum leikstjórinn, við erum handritahöfundurinn og við erum leikarar og við erum áhorfendur. Ég segi stundum í mínu lífi að það sé skipstjóri, stýrimaður, bátsmaður, vélstjóri, matsveinn og svo hásettar. Því það eru margar raddir sem búa í hugskotunum. Spurningin það hjartað sem skipstjórinn eða stýrimaðurinn sem ræður för. Þegar ég búinn að taka við mínu valdi þá var ég orðinn skipstjóri og ég hjartlægur, einlægur. Og það það sem að hjartað gengur út á að vera einlægt á meðan að höfuðið gengur út á það sem við kallum tvílægni, afstöður, dóma, gagnrýni, samanburð og alls konar afstöður sem að maður nýtir sér til að réttlæta vanmátt eða mátt. Því þegar við erum vöknum til vitundar þá ráðum við í hvort við þrætum fyrir vanmætt okkar eða hvort við þrætum fyrir mætt okkar. Það að segja hvaða mál við flytjum. Ef við horfum betur á þetta orð valfær, valdhæfur, þá getum við líka gefið því gaum að val eitt öflugasta orð sem að íslenskan á. Val, vald, viljandi, valdandi og velja. Þegar við erum tilbúin að taka fulla ábyrgð, verða fullkomlega valfær á okkar birtingu, okkar athygli, okkar lífi, okkar tilvist, að þá erum við komin á allt annan stað í allt aðra birtingu heldur en einhver sem að vill vera eða hefur kosið að vera viljandi og óviljandi, skiptir ekki máli, sama niðurstaða, að því að þetta augnablik sem á sér staða núna samansafn af þeim ákvörðunum sem við höfum tekið, viljandi eða óviljandi. Þegar við erum hins vegar mætt til fulls, máttug, valfær, valdhafar, að þá erum við að vilja augnablik fyrir augnablik á okkar eigin forsendum. Við erum ekki lengur að bregðast við eins og dýr út frá ógn sem ímynduð. Við erum ekki lengur að hræða úr okkur líftóruna frá morgni til kvölds með því að telja okkur trúum eitt eða annað sem hefur ekki orðið. Heldur erum við á skipulagðan máta að beina athygli okkar í þann farveg sem að skilgreindur tilgangur býður upp á. Og þetta merkilegt, þetta þessi stund þegar við stöndum frammi fyrir því að skilja að við höfum aldrei gert mistök af því að þau eru ekki til. Að það sem við gerðum á þeim tíma sem það var framkvæmt var það eina sem okkur stóð til boða vegna þess hvernig við vorum búin að haga okkur.
og tökum eftir þessu orði hegðun. Hvernig tileinka maður sér hegðanir? Hvar læri maður að haga sér svona eða haga sér hinsegin? Ef við erum í skólastofu þar sem það eru 20 einstaklingar og 1 kennari og kennarinn er að fara með sömu framsögu, að þá heyra þessi 20 einstaklingar þá sögu á mismunandi máta og raða inn í sína tilvist eða sína möppu af upplifunum sér til hentugleika. Það er að segja, við erum alltaf að uppfæra söguna okkar sjálf. Þegar við erum tilbúin til að verða fullkomlega ábyrgar verur, að þá erum við í sjálfu sér fullorðin, orðin heil og tilbúin til að bera heilan ávöxt. Þegar við erum tilbúin til að vera skipstjórar í eigin tilvist og stýra þessu fleygi sjálf á okkar forsendum, án áhengju, án afsakana, að þá gjörbreytist bæði ferðalagið og öll okkar birting og öll okkar upplifun. Ef við bara hugsum munin á því að vera valdhafar eða valdlaus, viljandi eða óviljandi. Hugsum okkur hvað er í húfi, að vilja ekki taka ábyrgð á sinni tilvist og birtingu, hvort sem það er viljandi eða óviljandi, að vera í þannig stöðu í tilverunni að maður ásaki umhverfið eða ættingja eða foreldra eða maka af hverju manni líður eins og manni líður, að ásaka vinnustað eða vinnufélaga fyrir það hvernig manni líður. Hugsaðu ykkur breytinguna sem verður á ykkar eigin tilvist þegar þið eru tilbúin til að skilja að þið berið fullkomna ábyrgð á þessu augnabliki, hvernig ykkur líður, hvar þið eruð, hvað þið hafið. Það er enginn sem getur breytt ykkar viðhorfi til ykkar nema þið. Og leið og viðhorfi breytist, að þá breytist öll ykkar líðan, öll ykkar upplifun og allur sjóndarhingurinn. Þegar þið trúið á ykkur, viljið ykkur, valdið ykkur, fyrirgefið ykkur og látið frá ykkur hindranirnar sem skapast af því að halda að maður hafa átt að gera eitthvað öðruvísi áður, að þá gjörbreytist allt. Þegar maður lætur frá sér eftirsjá-iðrun, maður lætur frá sér fórnarlambsstöðuna eða píslavættarstöðuna, að þá allt í einu stendur maður frammi fyrir frelsi og maður öðlast orkuna aftur eða endurheimtur orkuna sem maður hefur farið í að réttlæta vanmátt sem maður getur síðan þá veitt í mátt. Þetta er stærsta augnablik lífs okkar. Það að vakna til vitundar er stórt. En að stíga af krossinum og frelsast undan oki hugans, það er miklu stærra. Að taka við því valdi sem okkur stendur til boða og skilja að við erum skaparar, viljandi eða óviljandi. Það er stóra augnabliki, magnaðasta tilfinning sem að viðkomandi getur upplifað, að skilja að við berum fulla og óskerta ábyrgð á hvernig við sjáum hluti, hvað við segjum, hvað við viljum og hver við erum. Og þegar við höfum tekið fulla ábyrgð, orðin valdfær, valdhafar, viljandi skaparar í eigin tilvist, að þá fyrir við að skilgreina tilganginn sem er skref númer 3 á þessari vegferð. Tilgangurinn er kjölfesta hamingjunar, ferðalagi sjálft. Og við munum að allt sem þú veitir athygli vex og dafnar og vilji er verknaður.